Fjármálaráðherra vill að eignir auðmanna verði frystar ef efni standi til, heimildir séu þegar til staðar í lögum. Fjármálaráðherra segir að þjóðin sé vanmegnug að takast á við þær risavöxnu aðstæður sem bankahrunið felur í sér. Tugir mála séu í rannsókn og kerfið að kikna undan álagi. Menn eigi ekki að hika við að frysta eignir ef efni standi til. Sigríður Mógensen. Steingrímur J. Sigfússon, fjármálaráðherra, segir að í höndum ákæruvaldsins séu fullnægjandi lagaheimildir til að frysta eignir og menn eigi ekki að hika við að fara út í slíkar aðgerðir ef efni standi til. Ég veit að óþolinmæðin mikil og eitt af því sem var ákveðið í ríkisstjórn í síðustu viku eða þar áður var að stórauka fjárveitingar til sérstaks saksóknara til þess sérstaklega að rannsaka færslur í bankakerfinu mánuðina fyrir hrunið. Hjá þingflokki Vinstri grænna sé áhugi fyrir því að setja sjálfstæðar lagaheimildir sem auðvelda tímabundna kyrrsetningu eigna til að gæta hagsmuna þjóðarbúsins. Steingrímur segir að það sé ástæða til að skoða hvers vegna núverandi heimildum hafi ekki þegar verið beitt. Munu leitast eftir samstarfi við þau ríki þar sem þessi skattaskjól eru í að upplýsa þessa fjármuni? Já, við höfum reynda þegar gert það. Það eru bæði ákvæðum það í samningum okkar við Hollendinga og Breta, þeir aðstóðu okkur að þessu leyti. Mikil og sterk hefð fyrir bankalendi Luxemborg. Þar voru allir íslensku viðskiptabankarnir með útibú og dótturfélög. Fjármálaráðherra segist ætla að beita sér sjálfur fyrir því á næstunni að fá meira samstarf við stjórnvöld þar í landi til að rekja þræði sem þar liggja. Telur að spilli fyrir hvað við erum fámenn þjóð og tengslin eru náin, væri ekki búið að gera eitthvað í öðrum löndum? Ég held nú kannski frekar bara einfallega að við erum auðvitað vanmegnu þess að takast á við þessar risavöxnu aðstæður. Nú eru tugir mála og aftur tugir komnir í sakarrannsókn og þannig að það er að drukkna undan álagi þetta kerfi, jável þó höfum sett stóraukna fjármuni í það að reyna að rannsaka þessa hluti. Sérstakur saksóknari bankahrunið hefur ekki lagt hald á fjármuni í neinu máli sem hann er með til rannsóknar. Fjármálaráðherra spyr hvers vegna ekki. Embætti sérstaks saksóknara bankahrunið hefur ekki lagt hald á neina fjármuni enn sem komið er. Fjármálaráðherra spyr sig hvers vegna ekki. Fram hefur komið í fréttum að bankastjórar og auðmenn hafi flutt háar fjárhæðir af reikningum sínum hérlendis til útlanda rétt fyrir bankahrunið síðasta haust. Spurt er hvernig hægt sé að kyrrsetja og frysta eigur grunaðra í til dæmis fíkniefnamálum en ekki sé gripið til slíkra aðgerða í tilfellum útrásarvíkinga sem eru til rannsóknar hjá lögreglu. Fjármálaeftirlitið sem oft kemur fyrst að málunum hefur ekki heimildir til að frysta eignir en til umræðu hefur komið innan ríkisstjórnarflokkana að veita slíka heimild. Það hefur auðvitað vafist eitthvað fyrir mönnum hvernig ætti að útfæra slíkt svona lagalega og menn benda á þær heimildir sem til staðar eru í lögum þegar að mál eru komin í rannsókn ef efni standa til. Þá er það spurningin af hverju hefur þeim ekki verið beitt ennþá, hafa ekki komið upp þau tilvik þar sem ástæða væri til slíks. Ég held að sé ástæða til að fara yfir það núna í ljósi nýjustu upplýsingar sem að koma fram. Í lögunum sem þarna er verið að vísa til segir að leggja skuli hald á muni ef ætla megi að þeirra hafi verið aflað á refsiverðan hátt og að til tryggingar upptöku ávinning sem hefur verið aflað með broti geti lögregla krafist kyrrsetningar ef hætta þykir á að eignum verði ella skotið undan. Embætti sérstaks saksóknara bankahrunið hefur ekki lagt hald á neina fjármuni enn sem komið er en hefur tugi mála til rannsóknar. Ólafur Þór Hauksson, sérstakur saksóknari, sagði í viðtali á Morgunvaktar Rásar 2 að í mörgum þeirra mála sem snerta bankahrunið sé engin ávinningur því peningunum hafi verið ráðstafað til eigna sem síðan hafi hrunið í verði. Það sé því í sumum tilfellum ekkert að leggja hald á. Hann minnir þó á að rannsókn málana sé langt í frá lokið.